Já, ég ætla að byrja á því að þakka fyrir þessa einslegu viku og með þessu yndislega fólki. Það var virkilega gaman, en líka alveg þó nokkuð að takast á við. Ég fekk strax á mánudeginum alveg frábæra lausn og ég er svo þakklátt fyrir það. Ég fór heim með svo mikið frið og frelsi á mánudeginum. Að líta svona inn á við með Andóns hjálp er stórkostlegt tækifæri og ég hvet alla til þess að gera það. Að fá að sjá orsakina og afleiðinguna fyrir sársaukunum sínum sem kannski hvílir djúpt í okkur og hefur komið í gegnum ættlið til ættliðar. Þetta er akkurat það sem var eitt af því sem ég bar en fékk djúpan skilning á og opinberun. Ég fékk að sjá sársaukann, ég ætla bara að byrja að kannski segja fyrst, ég sá þetta eins og í bíómynd. Mér fannst ég vera þáttakandi í þessari bíómynd en samt var ég að horfa á þetta. Guð sýndi mér hvernig öllum leið og af hverju og hvers vegna. Og ég sem sagt fæ að horfa á það, sem sagt sársauka á foreldra mína, hvað þeir hefðu gengið í gegnum í æsku og ég tengdist meira inn á það hvað faðir minn hafði gengið í gegnum. Æska föður míns, hún einkenndist af barsmíðum föður hans á honum, svo slæmt að amma varð að koma honum í sveit undan afa svo hann dræpa hann hreinlega ekki með ofbeldinu sínu. Og var það besti tími pappa að fá að upplifa friðinn í sveitinni. Hann var jú frekar lítill og penna en óskaplega fallegur drengur á myndum allavega að sjá. En hann átti 3 systur sem sluppu við allt ofbeldi. Sem að olli því í rauninni af hverju hann en ekki þær. Af hverju er ég barinn en ekki þær. Þetta hefur greinilega greifst djúpt í hjarta hans. En ég fekk líka að sjá það að pabbi hans hafði líka verið barinn. Þarna kemur vandamáli sem yfir á föður minn. Síðan fæðist ég 3. stúlkan í röðinni. Þá gerist eitthvað innra með pabba og þá vaknar þessi sári biturleiki. Og hann birtist óspart upp frá þessu með fyrirlitningu gagnvart kvenfólki og gagnvart okkur systrónum og maður fekk ofta að heyra bölvanir í garð okkar systrana. Þetta var ekki notalegt, þetta var svolítið sérkennilegt að þurfa að alast upp við þetta, að maður veri fyrirlitin bara fyrir það að vera stúlka. En einhver var ástæðan og maður einhvern veginn bara reyndi að lifa með þessu. Móðir mín hafði ekki hlotið gott atlæti fósturmóður sinnar og átti bara að standa fyrir sínu og harka af sér. Og hún var alveg ótrúlega dugleg og seig kona. Og oft sagði ég að hún hlyti að vera með stáltögar að þola í rauninni þessa framkomu. Og ég var ekki gömul þegar ég í rauninni talaði við hana, af hverju skilur ekki við hann föður minn, pabbi, mamma? Þetta er ekki boðlegt að láta bjóða sér þetta. En hún vildi þreyja þorrann og standa sína plikt. En sem sagt, ég er ekki alin upp við ást, faðmlag eða umhyggju eða fyrir velferð minni sem séð. Ég var bara að læra mjög snemma að standa í lappirnar og bjarga mig sjálf. Og þau höfðu rauninni bara ekkert að gefa frá sínu brotna bakgrunni og að fá að sjá það, þú veist, horfa svona á það, ég fekk svo mikið sársauka í hjartan fyrir þeirra hönd og það opnuðust flóðgáttir, ég grét þeirra vegna fyrir allan sársaukan sem þau báru og hefði ekkert hjálpræði. En í öllum einmanaleikum mínum í æsku minni að finna þetta vandlæti föður míns og afskiptaleysi móður minnar sýndi Guð mér hvað hann hafði umvafið mig endalaust með elsku sinni. Og hann gaf mér styrk til að vera sönn í öllu sem ég tók mér fyrir hendur
og gera mitt besta og kappkostaði ég að létta undir með foreldrum mínum og reyna að beita þeim tækifæri til að gleðjast með því að létta byrði þeirra. Og sjá það þegar hvar Guð umvafði mig og gaf mér styrk og gaf mér frið og hjálpaði mér bara hreinlega að halda áfram þó ég væri að gera það ein. Það var alveg undursamlegt. Það var stórkostlegt að finna það. Hann var alltaf með mér. Já, svo sagði hann líka við mig, sem sagt þegar ég er að horfa á það, já, hann sagði við mig, þú hefðir ekki lifað af án mín, barnið mitt. Og ég held ég sé sammála því. Ég get ekki verið á móti því vegna þess að hann var svo eini sem að vafði mig umhyggju sinni og elsku og það var hann sem talaði til mín eða leiðbeindi mér. Þó ég gerði mér kannski ekki fullkomlega grein fyrir því, en þá hafði hann velferð mína í huga. Að sjá foreldra mína svona hjálparlausa, að þekka ekki hjálpræðið, að hafa ekki Guð með sér, til þess að létta á sorg sinni eða fá lausn, hófst gráturinn. Ég held ég hafi bara ekki grátið svona í mörg herrans ár. En það var gott. Það var sjálfur sér mjög gott að losna við og sjá út á hverju sársaukinn hafi verið svona mikill hjá þeim. Að fá skilningin á því af hverju þetta var allt svona í svona heljar greipum. Það var eiginlega bara mikill léttir. En ég ætla nú ekki að setja þau neitt, það er ekki meining mín að setja þau eitthvað ofan í svaðið. Þau gerðu eins og þau gátu með allan sinn sársauka og hvað þau voru dugleg að berjast áfram með 7 börn, að þau voru bara stórkostleg í að halda sínu striki. Og þess að þau hafi ekki fengið þetta úrræði sem við vorum að upplifa í þessari viku. Að fá þetta úrræði, fá þessa tækni, að fá bara þessa leið til þess að leysa okkur undan því að bera þetta áfram. Það er bara stórkostlegt að geta sagt stopp. En Drottinn hann sýndi mig líka góðu hliðarnar sem pabbi átti. Þær voru ekki margar. En það var þá helst í kaffipásunum þegar við sátum saman eftir vinnudaginn eða gáum okkur tíma til þess að fara inn í kaffi. Að þá gat ég einnig helst spjalla við pappa lífið, tilveruna og sköpunina sem ég hafði alla tíð mikinn huga og pældi mikið í. Og með þessum orðum þá vil ég heiðra föður minn og móður fyrir allt það sem ég fekk að ganga í gegnum með þeim í lífinu því enginn verður óparinn biskup. Það er svo yndislegt að upplifa það frelsi frá sársauknum þegar skilningurinn kemur. Þá getur maður hort á allt með ástúð og fyrirgefningu. Ég elska þau bæði og þau eru stórkostleg.